Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. HS Veitur eru meira en veitufyrirtæki. Þær eru hluti af daglegu lífi og virkni tugþúsunda Íslendinga. Frá Suðurnesjum til Vestmannaeyja, frá Hafnarfirði til Árborgar, tryggir fyrirtæki stöðuga og örugga orku- og vatnsveitu í samfélögum sem treysta á það á hverjum degi. Með áratuga reynslu og öfluga innviði eru HS Veitur tilbúnar fyrir framtíðina. Páll Erland, forstjóri HS Veitna. Þetta stór tímamót, 50 ára afmæli fyrirtækisins núna fyrir stuttu síðan sem þið eruð að fagna núna. Hvað svona efst í huga á svona stórum tímamótum? Það efst í huga hvað þetta auðvitað orðið 50 ár síðan að Hitaveita Suðurnesja var stofnuð, sem fyrirrennari HS Veitna. En HS Veitur líka samsettar úr veitum annarra sveitarfélaga, sem að gera það að verkum að það má segja HS Veitur séu líka yfir 100 ára gamlar. Og á öllum þessum svæðum þetta náttúrulega samfélagslega mikilvægt fyrirtæki sem að allir njóta í daglegu lífi. Það hafa verið áskoranir alla tíð, en kannski aðeins meiri getum við sagt í þessum eldgosum undanfari. Já, það óhætt að segja það. Á hverjum degi eru starfsmenn HS Veitna að sinna þetta bæði heimilum og fyrirtækjum, allan sólarhringinn, allt árið. En oft í hefðbundnari störfum heldur en við höfum þurft að fást við núna síðasta 1,5 árið. En það verður að segjast að okkur hefur samt tekist að halda uppi fullri þjónustu á Suðurnesjum og þar með talið í Grindavík, þrátt fyrir þessar erfiðu aðstæður. Hvernig hefur það gengið? Hefur fókusun hjá ykkur verið mjög mikið inn á viðbrögð við eldgosi? Já, það óhætt að segja frá því að við auðvitað erum mönnuð í þennan hefðbundna rekstur. Og svo fáum við bara í fangið þetta fordæmalausa tímabil og þá fer auðvitað þó nokkur hluti starfseminnar bara með athyglina á það í hvert skipti sem að náttúruhamfarir dynja yfir. En það hefur gengið, en það var stórt högg í fyrra þegar heitavatnið fór og komnið fyrir vind, eru enga líkur því að það gerist aftur, að heitavatnið fari af Suðurnesjum? Það var náttúrulega eitt stærsti atburður í sögu fyrirtækisins þegar heitavatnið hætti að flæða hérna til 30.000 íbúa í 5 bil kulda, en með samstilltu átaki tókst að koma því á ótrúlega skjótan máta, en líka með samstilltu átaki íbúa sem að tóku sinn þátt í því að láta þetta allt saman ganga vel. Við erum auðvitað alltaf að undirbúa okkur betur og læra af hverjum viðburði, en þar að auki höfum við unnið í ýmsum mótvægisaðgerðum og nú erum við til dæmis ásamt HS Orku og stjórnvöldum að koma upp neyðarkyndistöðum hér sitt hvorum megin í sveitarfélaginu til þess að geta þá brugðist við ef að heitvatn hættir aftur að flæða frá Svartsengi. Varahitaveita? Varahitaveita sem að ætti að minnstakosti að svona duga okkur svona með einhvers konar lágmars þarfir til að komast í gegnum tímabilið. Það þetta að spyrja margt á löngum, hvað getum við sagt, en langri sögu fyrirtækisins, en breytt orkunotkun eitthvað sem að þið ræddu hér í kynningu á afmælinu. Það eru áskoranir þar líka? Já, það svo skemmtilegt við veitugeirann að þetta aldrei búið og nú blasir við mikil orkuþörf vegna orkuskipta og þetta bara vaxandi samfélags sem að greiningar okkar sýna að kalli á 2-falt stærra veitukerfi en við búum yfir í dag á næstu bara 25 árum
Þannig að það mikið viðfangsefni en auðvitað bara skemmtilegt. Geturðu sagt mér örfáum orðum hvernig ætlaði að mæta því? Við ætlum auðvitað bara að mæta því með áframhaldandi uppbyggingu nýjustu tækni og veitukerfa. En það sem við erum líka að gera til þess að annað þessu að innleiða snjallt veitukerfi sem að mun hjálpa okkur að miðla þessari orku á rétta staði á hverjum tíma með svona lágmars veitukerfi. Þannig að 100 manns í starfshópi hér, í starfshópi HS Veitna eru 100 manns og það allir á tánum. Það óhætt að segja það eru allir á tánum, allan sólarhringinn í rauninni, af því að við erum einfaldlega HS Veitur og við erum alltaf á vaktinni. Á Suðurnesjum hófst undirbúningur að uppbyggingu hitaveitu miðja síðustu öld og varð svo að veruleika árið 1975 þegar Hitaveita Suðurnesja tók formlega til starfa fyrir réttum 50 árum. Fyrst var lögð áhersla á jarðhita sem gerði íbúum á svæðinu kleift að skipta út rafmagns- og olíukyndingu fyrir hreinna og hagkvæmara hitakerfi. Á sama tíma og uppbygging hófst í Svartsengi var unnið að því að leggja bæði stofnlagnir og dreifikerfi innan bæjarfélagana. Jafnframt var borað eftir köldu vatni við Lága til að sjá íbúum á Suðurnesjum fyrir neysluvatni ásamt því að vatnið var forhitað í orkuverinu í Svartsengi til húshitunar. Árið 1976 varð Grindavík fyrsta bæjarfélagið til að fá forhitað ferskvatn. Við lok ársins 1977 var lagningu stofnæðarinnar til Fitjar lokið og vatni hleypt á æðina og þar með fyrsta húsið í Keflavík. Lagningu aðveituæða og dreifikerfi í öðrum þéttbýlisstöðum nema Höfnum lauk árið 1979. Með þessum framkvæmdum var lagður grunnurinn að þeirri hitaveitu sem íbúar á Suðurnesjum búa að enn þann dag í dag. Sögu rafveitu Keflavíkur má hins vegar rekja aftur til ársins 1920 og 1923 var þar kveikt á fyrstu perunni. Fyrsta árið fengu 20 hús heimtaugar. Var í umfjöllun af því tilefni talað rafmagn sem rafurmagn og hvernig glæstar álfahallir voru lýstar upp líkt og með töfrasprota. Þeim ókunnur var mannkyni allt til síðustu aldar en kynslóðirnar hafi dreymt frá örófi alda. Var fyrst sinn notast við ljósavél með takmarkaða afhendingagetu. Eftirspurn eftir raforku fór vaxandi samhliða fólksfjölgun, aukinni notkun heimilistækja og uppbyggingar í atvinnulífi. Var þó hafist handa við að fá svokallað SOx-rafurmagn inn á svæðið frá Ljósafossvirkjun. Seinni heimsstyrjöldin setti þar strik í reikninginn, en árið 1945 tókst að tengja nær alla byggðina við þann aflvaka. 1985 var gengið frá sameiningu rafveitnanna á svæðinu og kaupum á eignum Rarik. Frá þeim tíma hefur samfélagið á Suðurnesjum, bæði hvað varðar íbúaþróun og atvinnuuppbyggingu, kallað á gríðarlega uppbyggingu innviða. HS Veitur hafa mætt þessari þörf með byggingu aðveitustöðva, dreifistöðva, lagningu á strengjum og fleira, svo íbúar á svæðinu geti búið við öflugt rafdreifikerfi sem mætir þörfum samfélagsins í dag. Friðjón Einarsson, stjórnarformaður HS Veitna, þetta eru risastór tímamót. HS Veitur, 50 ára, gamla hitaveita Suðurnesja, í einu mikilvægasta fyrirtæki stofnun á Suðurnesjum. Já, ég mjög stoltur. Þetta búið að vera löng saga og frábær árangur og þegar við horfum svona yfir veginn tilbaka, náttúruhamfarir, óhöpp og slys, en eftir stendur stórt fyrirtæki sem mikilvægt í öllum sveitarfélögum þar sem við erum með þjónustu og ég held að við verum öll bara að þakka okkar fólki sem kom þessu öll að staði upp að við að framsýni og við erum að uppskera, svo sannarlega. Þú ert búin að vera lengi í sveitarstjórnarmálum, ert reynda nýhættur en þú að horfa tilbaka og sérð forvígismenn sveitafélagana sem að voru í fararbroddi fyrir 50 árum síðan í rauninni að vinna í þessu máli. Já, ég hugsa oft í stjórnmálum, þá þurfa menn að vera hugrækir, taka ákvarðanir þó að margir sé að gagnrýna og ég held að hitaveitan sé eitt dæmi það, verkefni sem ekki var vinsælt og menn tölum að hér var verið að sóa fé. Þetta voru bara hugrækir menn og þeir sem stóð að segja miklar þakkir fyrir.
Og það engið, þú veist, það risa framtíð framundan í þessu fyrirtæki, margar áskoranir, það verið að tala 2-falda orkuþörf í heitu vatni og rafmagni á næstu 25 árum og annað. Þannig að hvernig kemur það fyrir stjórnarformann? Er þetta skiptar af svona málu? Sko, ég hef aldrei trúið því að okkur vantaði heitt vatn. En það bara staðreyndin í dag og HS Orka og HS Veitur að vinna mjög saman í því að tryggja nægt vatn og rafmagn fyrir okkur og neysluvatn. En þegar við sjáum framtíðina að mælir sem var settur upp í gær er úreldur í dag. En fyrirtæki hefur breyst, það tæknivæddara, mjög menntað fólk og ég treysti því og trúi að undir dyggri forystu Páls að þá munum við standa okkur til framtíðar, en það þurfum við að gera það. Þú hefur ritað og rætt þetta fyrirtæki mörgum sinnum á síðustu áratugum, en þú getur kannski verið ánægð með það að sveitarfélagið Reykjanesbær meirihlutaeigandi í fyrirtækinu. Það eiginlega eina sorgin sem ég hef haft í þessu, það að hinn sveitarfélagið skulle hafa farið út. Það kannski ták tímana að Reykjanesbær situr einn eftir í dag. Við erum föst inn í fyrirtækinu, eigum þarna 51% í fyrirtækinu. Fyrirtæki virði yfir 40-50 milljarða. Þetta stór eign fyrir Reykjanesbær og Reykjanesbær þarf auðvitað að fá arð af þessari fjárfestingu. Því miður hafa aðstæður verið þannig í ár að það hefur ekki gengið eftir vegna tjóns Grindavík og í Vestmannaeyjum. En ég á von því seinni hluta þessa árs að þá getum við bætt eitthvað úr því. Íbúar Reykjanesbær eiga meirihlutann og þurfa að fá arð af sinni eign hérna. Það bara þannig. Ekki að ég sé að kasta rýrða þá aðilega sem eru komnir inn í fyrirtæki. Þeir hafa veitt okkur bæði mikla þekkingu og reynslu á sínu sviði. Þannig að í dag ég sáttur við samsetninguna. En ég var alltaf á móti því að sveitarfélögin fær út. Sko. Þetta á að vera félag í eigu samfélagsins. Ég
Hvað haldið hafi verið svona toppurinn á ferlinum hjá Karli Þór ykkar? Maður er að hugsa þetta, sko, þetta kemur allt og hljómar hlýtur að vera toppurinn, sko. Já, þetta byrjaði, hann fór mjög vel af stað, en svo það var gott sem hann sagði í viðtali við Ásgeir Tómasson 95 þegar hann sagði, já, Rúnar, nú ertu búin að eiga gott comeback, og hann sagði, ég er náttúrulega aldrei farin eitt, sko, ég hef bara verið misbikið í sviðsljósinu, og það er eiginlega svona einkennilegt dálítið hans feril, hann poppar alltaf upp svona einu sinni á hverjum áratug með mjög sterka innkomu, sko. Og með geimstein upptökuheimilið á heimilinu þá náttúrulega kom rjóminn bara af tónlistafólki á ykkar heimili. Það mætti segja það. Við erum hérna ánöfnum safninu, rocksafninu Klósettsetu, og á þessari Klósettsetu hafa setið Leons í Megas, Gilvægis, Páll Óskar, Bjartmar. Lengi mætti telja, sko. Stefán Hilmarsson kom líka heimsókn. Það var margir farað þarna í gegn og pabbi var alltaf tilbúin að vinna með öllum, sko. Það er svona einkennandi dálítið, sko. Hann var duglegur bara að taka fólk að sér og gefa út fyrir fólk, jafnvel bara sem að hann þekkti ekki neitt. Já. Og jafnvel sem að var ekki neitt varið í, sko. Ég myndi segja að hann var alltaf duglegur í raun. En það voru góðir sprettir líka í þessu, sko. Það voru nokkrir toppar eins og áhöfnin á halastjörnuna sína tíma, þeir gafu stoltfugli flegi mitt. Lonely Blue Boys var til vegna þess að þetta gekk ekki hjá hljómum og Bjöggi kom með þá hugmynd ef ekki þá að fara bara í countryið, bara amerískt country, íslenski textar, stuð og stemning og gleði. Þetta fílaði pabbi. Hafa gaman, skemmta fólki, vera í fíling. Þegar að við vorum með svona yfirlitstónleika árið 2007 þá vildum við kalla alltaf til hljóma, trúbrot, GCD og fleira og þetta tókst mjög vel nema það var ekki hægt að ná í Lonely Blue Boys saman vegna þess að Gunni og Bjöggi Halldórs töluðust ekki við. Þannig að við yrðum að leysa einhvern veginn úr þessu og Gunni og Jens eru svo miklir mátar að þeir bara tóku ekki þátt í þessu og þá urðu bara 2 eftir og það var hljómsveitin Only Two Boys. Með Björgvin og Rúnar. Bjöggi hann póstar þessari mynd á hverju ári á afmælisdegi pabba. Þarna er í flottum búningum. Hann er búinn að pósta myndir í dag. Og þarna er pabbi í jakka sem er hérna frammi á bókasafni. Þetta er í hillu 713, þetta tónlist. Þetta er jakki frá Graham Nash í Hollies, þegar Hollies kom hingað til Íslands þá vildi pabbi endur að kaupa þennan búning af honum. En við ætlum að reyna að hafa gaman. Þeir sem geta mega standa upp og dansa eða syngja með. Ég verð alveg kyrr og ég vinn ekkert fyrr en kærastan kemur til mín.
sem lifði langan vetur læddist þó til suðurs þegar færi til þess gafst þetta ljón vildi líta allan heiminn tyllti sér á klettaströnd við Karíbahaf þar má sjá þegar sólin sungar í hafið og býður góðan nótt. Heyra má þegar takturinn rumskar í rjóðrinn og bæstofur hljóð. Það sem hefur lifað hvað lengst náttúrulega bara þegar hann gaf út þessa sólóplötuna. Það þarf fólk eins og þig vegna þess að það varð síðan að svona hans einkennislægi eiginlega og bara rammaði dálítið inn hans karakter. Þá komið að lokum. Við ætlum að ljúka þessu á því að fara aðeins loka þessu hring. Þess að hann fékk gefna bók sig, Herra Rock 2005. Hann var kosinn listamaður Reykjanesbæjar, hann gifti sig, fannst komið reynsla á þetta 2007, frá 63, það var orðið ágætt. Hann fékk heiðursverðlaun íslensku tónlistarverðlaunanna. Hann tók skóflustungu hérna að bókasafninu. Hann fékk vinnu hjá Hljómahöll. Hann bara vissi ekki hann ætti að vera bókavörður. En það er annað, ég ætti ekki að vera með leiðindi í kvöld, sko. Það er ekki hægt, sko. Pabbi var ekki til að vera með leiðindi, það var svo fjarri honum. Og síðan fórum við yfir katalóginn hans til að gefa út safndisk. Við varum búin að halda tónleika, svona ferilstónleika 2007. Og síðan fórum við í gegnum þessi nærri 500 lög sem hann kom að og völdum út til að gefa trefaldan safndisk og hann var bara nýbúinn að taka við pakkanum frá útlöndum og framleiðslu þegar hann féll frá. En hann skildi eftir mikinn katalóg, mikið spor í okkar hjörtum og mér langaði aðeins að svona vitna í kveðskap sem að hann hendi í á þessum síðustu árum. Hann var svona gott að gefa, svona með mikinn trúarboðskap, leitaði dálítið til þess, gaf plötuna Trúarbrotið 13, tileinkaði foreldrum sínum og svo hélt hann áfram að vinna í þessu og skrifaði svona við country lag, svona country gospel lag
sem heitir In the Garden. Hann bjó til textan inn í nýja heim sín sem að ég hvet alla til að hlusta á. Þetta fallegt lag og textin einstakur. Það sem hann að tala til almættisins, en mér langar að fara með þennan kveðskap fyrir okkur sem orð frá okkur, fjölskyldunni, til hans. Vilagi og hann í mér hvar sem ég fer, því ég veit að við erum eitt, því gleði mín að hann hér, því án hans mitt líf væri eitt. Það þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig, frá bláa lónsböðum að nyrstu sjávarstrand, frá vel þekktum stöðum út í ókunnugt lönd. Þarf fólk eins og mig, fyrir fólk eins og þig. Ef dimmir í lífi mínum hríð, bros þín og hlýja svo blíð, og hvert sem þú ferð og hvar sem ég verð, þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Það þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Frá hlíðum Akureyrar inn í grænan Herjólfsdal, frá Hallormsstaðarskógi inn í fagran Skorradal. Þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Fara með þetta líka norður í land, það verður 25. apríl og svo förum við á Jónshús 2. maí. Í Köpen? Í Köpen hreinlega. Og ég ætla að fá að spyrja þig, Gunni, ætla þú með til Köpen? Ég búin að bóka með til Köpen og ég búin að kaupa með miða á þetta, ekki? Já, ég ætla með. Hlakka rosa til að hitta Íslendinga, bæði brottflutta Íslendinga sem eru búsettir í Kaupmannahöfn eða í Danmörku og einnig bara ætlar að koma fullt af fólki hérðan frá Íslandi. Hvernig hefur Otto Guðna fundist gigið? Otto Guðna gaman? Já. Hvað skemmtilegast? Fílustrákurinn? Já, það var eiginlega klegin, sko. Leið við þakkum fyrir áhorfið, viljum við minna á að við erum að gefa út okkar vikulega blað. Verður 45 ára á þessu ári. Blaðinu dreift ókeypis öll Suðurnes á 25 til 30 stöðum en einnig á 4 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Það hægt að nálgast blaðið rafrænt á vefnum okkar waff.is. Þar eru einnig fleiri fréttir alla daga vikunar. Þá erum við með golffréttir á kylfingur.is. Við þykjum góðar ábendingar efni sem gæti verið í okkar miðlum. Þakkum fyrir að sinni, verið sæl.